Góðan daginn hér og velkomin til stundarinnar. Það er svo mikið leiðileg þessi klukka, svo vont að núlla hana. Það sé til eitthvað við þessu, krakkar. Þarna núlla ég hana, en þó ekki alveg. Við verðum bara í þessum skemmtunum í dag, sko. Þannig að það verður engið þáttur okkur. Það er komið. Þannig að það verður víst þáttur. Já, ég var búinn að bjóða góðan dag. Og núna ætlum við að kveikja kertum á. Með gasinu í þetta skiptið. Það eru hérna gasbyssur. Og svo er ekki olía á hinnum, ég veit það ekki. Allavega getum við tendrað kertaljós með þessum, hérna sem ég kalla stóru eldspýtunum. Sú tíð er af að eingöngu eldspýta og digg, maður strauk eftir stokknum, sem færum að gefa okkur kertalogan. Þessi tekið við að eldspýtunni. Já, er til eldspýtur? Jú, það lítur að vera til eldspýtur, þetta eru svo mikið að strompum en þá maður. Reykingamönnum. Það verður nafn yfir þá en strompurinn. Voru þeir ekki kallaði sumir af þeim strompar. Þeir reyktu svo mikið, það var bara alveg, þeir voru svo bara reykháir sem alltaf var reykur út um. Það voru stromparnir. Reykingar hafa nú mikið hætt en það er samt reykt alveg á fullu. Ef þú horfir til að mynda á gamla bíómynd, ég veit þú liggur yfir þeim alveg hugfangin, að kvikmyndafyrirtækin eða þessi reykingafyrirtæki, þau styrktu flestar bíómyndir, kvikmyndir erlendis sem að gerðar voru. Þau áttu svo mikið af pening og það var svo gott að fá styrki frá þeim. En þau settu þau skilyrði að þeir eru að reykja í þessum myndum á lágmark þessum fresti út alla myndina. Og ef þú horfir á þessar gömlu myndir með þetta í huga, að þá sérðu að menn út alla myndina eru að kveikja sér í sígarettu. Þeir auðvitað voru að hugsa um sjálfa sig þarna því að það átti að vera bara eitt eðlilegasta mál í öllum heiminum, það voru að reykja. Þetta áttu víst ekki að skaða nokkurn mann, sögðu þeir. En það hefur nú drepið fleiri væni minn en þú heldur. Þannig ekki var þetta nú alveg skaðlaust, en svona var hugsunin þá og þessir kvikmyndaframleiðendur náttúrulega áttu ekki bót fyrir eitthvað á sér. Og þeir gerðu bara það sem þeim var sagt að þessu leyti og gerðu það vegna þess að finnast ekki athugavert við það. Þannig að allt var þetta gert mjög eðlilegt. Næstur horfir á gamla mynd sem þú liggur yfir alveg lón og dón. Og sér þetta, þá skaltu svona hafa þetta á baku eyra. Það var svona ákveðin ástæða fyrir því að þú sér allar þessar reykingar í þessum gömlu sumum góðu myndum. En við erum nú ekki kannski að tala í dag kvikmyndir. Þær eru nú auðvitað hluti af þessu öllu hjá okkur því að öll horfum við nú á kvikmyndir og mærum og bendum á kvikmyndir, finnist okkur þær góðar og það er ekkert óeðlilegt við það. Því að kvikmynd er oft ágætis skáldskapur og alveg svo bók getur verið hinn prýðilegasti skáldskapur, kvikmynd. Svona ákveðin tegund kvikmyndar er ekkert annað en skáldskapur og svona megin partur kvikmyndaframleiðslunnar er auðvitað skáldskapur frá A til Ö og þó sumar kvikmyndir séu sannsögulegar. Að það var obbið þeirra hreinn skáldskapur og handrit sem að gefum út í mynd í stað þess að vera gefið út í formi bókar sem er algengara algengara. Þannig að allt er þetta til
og svona vettvangur, umræðu vettvangur og áhugaverður umræðu vettvangur og líka þetta með reykingarnar í myndunum, gömlu myndunum sem ekkert víst að þú hafi neitt veitt athygli, en þetta var sett fram vegna þess að mörg þessi sígarettufyrirtæki þau styrktu þessar kvikmyndir hér árum áður svona upp af stögum þegar þetta alltaf að fara í gang þessi kvikmyndaframleiðsla og orðið í dag stórveldi, held ég megi nú segja, en var það ekki kannski til að byrja með og á auðvitað sínum bara brauðfótum eins og flest annað hjá okkur svona fyrsta kastið. Það fyrir eftir því bara hvernig úr rætist, hvernig þau mál fara. Hvort þetta fara að velta milljörðum og óteljandi milljörðum eða þetta dettur eigin fætur. Allt lotteri og við veitum aldrei svo sem hvað gengur og hvað gengur ekki. En við erum hérna með bók sem hefur nú aldrei gengið. Gamla testamentið mörg þúsund ára bók og þessi gefið nú Nýja testamenti gefið út fyrir 2000 árum, þannig að við erum ekkert að tala einhverja nýjar bækur, en samt það nýjar. Og þannig það og þú færð ekki leið á að lesa hana vegna þess að leiðbeiningarnar í þessari bók eru enn að fullu gildar sem segir okkur eitt að maðurinn sem slíkur hann breytist ekki neitt. Það sem gagnaðist þessu fólki fyrir svona ægilega mörgum árum, öldum, það algjörlega gilt í dag. Þess vegna hún í gildi þessi bók og við þurfum ekki að breyta neinu í þessari bók og við breytum engu í þessari bók vegna þess að Drottinn vakir yfir sinni bók sjálfur. Og hver vogar sér að breyta orði Guðs sem á annar borð veit þetta. Það getur vel við og örugglega hafa menn stungið erum við ekki að taka þetta út hérna, þetta úrelt maður. Og menn kannski velti fyrir sig fram og tilbaka en ég held að þeir hafa nú komist að þeirri niðurstöðu að sem þýðendur þá hafa þeir ekkert leyfi til þess. Það höfundur af öllum verkum. Ég hef nú skrifað nokkra bækur, ég ekki að segja það þær verið þýddar. En ef það yrði, sem ég veit að verður ekki, þá myndi ég alveg örugglega að segja það. Strákar mínir, þið bara passa ykkur á því að vera með þetta, vera með þetta eins og ég setti þetta upp. Og ekki að taka neitt út eða bæta neinu við. Þó ykkur finnist það gera söguna betri, þá skulum við bara leyfa henni að standa svona. Og ég sem höfundur hef allan rétt til þess að gera og menn hafa ekkert annað leyfi en bara fara eftir því. Þegar ég höfundurinn og þetta höfundarrétturinn alveg skýlaus og það höfundur af þessari bók. Já. Guð sjálfur og hann lifir. Og hann stendur vörð þetta vegna þess að hann gerir allt fullkomið. Þetta ekki skáldsaga. Þetta bók frá því hún var gefin út og fram til endir dagana. Og ekkert minna heldur það. Árþúsundir þarna á milli. Og kynslóðarnar koma og fara og kynslóðarnar fá þessa bók og þær lesa hana. Og svo deyja þessar kynslóðir. Með kennsluna með sér eða ekki. Með kennsluna og trúna með sér og stíga að fara því yfir til Drottins eða þær gera það ekki. Og þetta mjög alvarlegt mál í raun og veru að vera trúuð manneskja og vilja þegja yfir sinni trú. Og þá maður að taka undir orð Satans í raun og veru sem segir, við ættum ekki að vera neitt að flagga þessu svo mikið, þetta bara veldur truflun og ánægju hjá mönnum. Því hann vil bara fá að vera í friði með sína lygi, en honum engin friður veittur, vegna þess að orð Guðs, það stendur vörð það sem Guðs á jörðinni. Og ekkert öðru sem það, og hér ég, og þannig þú, sem líka réttur hendi, sem Guðs manneskja, karl eða kona. Við erum fólkið sem hann setti fram, reisti og gerði að sínu fólki til þess að þjóna þessu verkefni, orði sínu. Og fræði okkur orðið
Og það ekki spurning um það og við höfum að elska þetta orð. Og svo stöndum við vörðum það. Já, einkum og sérilagi með breytni okkar og lífi. Og vamlausu lífi er það hægt. Þú getur það í orði Guðsjó, en þú getur það ekki ef þú ætlar að gera þetta bara sjálfstætt og eins og þú vilt. Þá verður ekkert úr því. Þess vegna erum við dáin sjálfum okkur og við rísum upp í trúnni á Krist. Þetta er kennslan sem að Kristur er með handa okkur og þetta er kennslan sem hefur gengið í gegnum árþúsundin alveg síðan að Kristur reis upp frá dauðum. Þá hefur þessi kennsla gengið. Frá stofndegi kirkjunar er þetta sett fram, já, í öllum kirkjum, hvað sem er í heiminum sem að teljast vera kristna kirkjur, þá er þessi boðskapur settur fram. Þannig það er fleiri en ég og það er fleiri en þú að boða. Hver á sínum vettvangi, en við erum öll að tala raunverulega um sama efni sem er orð Guðs. Því verður ekkert breytt, en Drottinn er náttúrulega stór og hann gefur hverjum einum hæfileika fyrir sig til þess að tjá sig og segja frá. Þess vegna er ræðan svona, já, hún er alltaf góð, því það er Guður á bakvið, en svona, já, einstaklingsbundin þannig séð, því að okkur er gefin mismunandi talandi. Sumir eru góðir fræðimenn og sögumenn og segja vel frá og gera þetta einhvern veginn lifandi og þetta er allt Guðs gjöf þar sem þetta er. En ég man aldrei eftir því reyndar að hafa heyrt ræðu, predikun, leiðileg, ég man nú ekki eftir því. Þannig að Guð gerir þetta bara skemmtilegt vegna þess að hann er í eðli sínu skemmtilegur. Hann er ekki leiðilegur eins og ég og þú kannski. Hann er skemmtilegur. Og það er gott að þjóna þessum skemmtilega lifandi Guði vegna þess að hann er svo spriklandi lifandi. Og við elskum allt sem er spriklandi lifandi. Og við höfum sjálf að vera þetta spriklandi lifandi fólk og getum alveg verið það því við eigum allt efni til og við eigum bara að nota það. Og til að þetta allt saman viðhaldist og verði áfram nota drjúgt og gott, að þá höldum við okkur við orðið. Og hér er orðið. Hún var í þessari stöðu áðun, þú sást það. En núna hefur okkur dyrfst að opna hana. Það var borð í mörgum skipum, ég veit ekki hvort það var í borðum öllum skipum til Biblía. Og ég las aldrei Biblíunni, ég held ég hef aldrei ekki einu sinni snertan og var ekkert að velta því fyrir mig hvort það væri en í sömu borðsölu skipana sem maður var og þar var þetta á vegg. Bara upp á vegg var þetta skrúað og þar blast hún við og